Já, hér yfirsýn yfir transistora, MOSFET-a og gömlum. Aðeins að renna yfir þetta. Hérna er þessi gamli sem við erum búin að vera að vinna við í síðustu mánuði. Þetta er BJT, Bipolar Junction Transistor. Það eru með svona 3 silikonefni, N, P og N, þetta eru silikonkubbar. Og hérna er búið að bæta við rafeindum í kubbinn, búið að fækka og bæta við og þetta er negatíft og positíft, NPN. Og það eru 2 samskeyti, það er bi, það er 2 og samskeyti bara junction, þetta er 2 samskeita transistor. Það er þessi hér, skautur hérna kollektor, emitter base, hann er strömmagnari, gefur 1 milliampere inn í hann, 100 hérna niður og magnar hann 100 sinnum, HF er 100, það er þetta því strömmagnun. Og hér eru það svona kennilínuritt, strömmur í kollektor, hérna er hámarkið og hérna er spennan hérna á milli og þessi grænir eru strömmur í base og við erum að þessi magnar í klassa A, og magnar hérna ekki upp og niður, það er punkturinn Q og þá eru cirka við miðja sem er 12 volt, þá er hér 6 volt og hérna 6 volt og við getum magnað mest 100 milliampere og þetta var magnað 50, þetta er miðjan á geitusviðinu og þetta verður búin að vera að fara í. Þessi gæjar hér, þetta er allt endaður á FET, Field Effect Transistor, J-FET, D-MOSFET, E-MOSFET og svo IGBT. Og þeir eru spennustýrðir, þessi er straumstýrður, þessi eru spennustýrðir. Þetta er meginmunurinn á þeim. Þetta er þessi elsti, þegar hann leiðir á fullu þá er smá viðnám hérna í honum, þannig að hann hitnar aðeins. Þegar þessi leið á fullu þá er minna viðnám í þeim, þeir hitna minna. Sem sagt, þetta eru betri transistorar sem nýrri, eða minna rafmagni, hitna minna, eru effektífari og hraðari margir og betra átuleiti, eða mörguleiti. Ég ætla bara að rennast yfir þá alla þessa 4 og svo þessir eru minnst notaðir, þetta er þessi kom fyrst á markaðinn, þessi er mjög sjaldan notaður, þetta eru okkar menn hérna, E-MOSFET og IGBT. En J-FET-inn, þetta er þannig rás að þessar 2 hérna, að það leiða alltaf. Ef það er bara með rofa hér og hérna rafmagn inn á, kveikið á þessu, þá fer það að leiða hér þó að sé ekkert merkin á geitið. Já, skautin heita drain í staðinn fyrir kollektor og heita gate í staðinn fyrir base og heita source í staðinn fyrir emitter. DSG. Og þannig að þessir, þegar við kveikjum á honum, þá byrjar hann bara að leiða, bara svona. Og þið sjáum þessar mynd hérna. Hér er spennan milli gate og source, hérna milli. Ef við tengjum vír hér á milli, svona, þá er engin spenna hérna á milli, 0, hérna. Þetta er spennan á GS-unu, á milli spenna milli gate og source. Og þá sjáum við, þá leiðir hann bara fullt. Það heitir IDS, þessi punktur hérna sem hann er að, það er að straumurinn sem er í honum, þegar það er engin spenna hérna á milli, þetta er IDSS. Þetta er því straumur, drain, short circuit, eða skant á milli hérna. Straumur í draini við short circuit, hérna. Og við þurfum að fara með UGS-ið í -5 volt svo hann hætti að leiða. Og hann virkar þannig að, já, við fyrir bara kannski þetta eftir, en hér kikjum við svona rafsvið og hann, hérna við 0, þá leiðir hann bara. Þú veist, mínuspennu hérna geitir sem bara -3 volt þetta. Það kemur svona eins og hindrun hér og svona hindrun hér. Þannig að leitin hér á milli hún þrengist, leiðir hann minna. -5 volt þetta. Við fyrir með -5 volt, þá er þetta ennþá meira hérna og þá stoppar þetta alveg að leiða. Þetta er hvernig J-FET-in virkar. Og við forspennum geitið bara frá mínus eitthvað upp í 0. Við fyrir aldrei í plusspennu á geitið. Það er bara, annarkvæmt er bara 0 hérna eða mínus eitthvað. Aldrei pluss. D-MOSFET-in hérna, alveg eins. Hann leiðir líka normal. Hér er P-efni, N-efni og N-efni hér undir alla leiðinni yfir og hingað. Kveikjum á honum hérna, svona, rofi hérna, kveikjum á honum, leiðir. Engin spenna á geitunu, það bara leiðir sjálfkrafa alltaf. Þannig að þessir 2, þegar við kveikjum á rásinni, þá byrjar að leiða. Við þurfum að hafa fyrir því að setja mínuspennu á geitið til að slökkva á þeim. Munurinn á J-FET og D-MOSFET er sá að hér getum við sett spennu á geitið sem er líka pluss. Hér eru bara milli 0 og mínus, en hérna fyrir frá mínus og upp í 0 og svo áfram upp í pluss og þá leiðir það bara meira og meira. Þannig að þetta er munurinn á þeim. Og þetta er svona efnafræðin inn í honum.
hérna. En þessir tveir eru ekkert notaðir, við bara gleymum þeim. Þetta eru okkar menn hérna. Það sami karakterinn báðum, þess að þessi mynd hérna á við á báða. Og hérna sjáum við á myndinni að við, þegar að UGS er 0, hérna, eða 0 hér, þá er engin straumur í drein hér niður, engin straumur. Þessi vinnur eins og okkar gamli vinnur hérna, BUT. Við þurfum að kveikja á honum með því að setja þessu tilfelli plus 2 volt á geitið og þá byrjar að renna straumur hérna. Þessi spenna hérna sem byrjar að renna hérna heitir UGS threshold eða pinch-off. Við notum bara threshold því þröskuldur og þá hér byrjar að leiða. Hérna væri sko þresholdspennan UGS threshold væri -5 volt og hérna líka. Og já, þannig að þessi er sem sagt svona og við höfum að kveikja á honum en þegar munurinn á þessum og þessum hérna hérna sem sagt hann er línulegur séu þetta hérna sé bara E-base hérna E-base og hérna E-kollektor eða sem 1 milliampere hér og hérna kannski 2 milliampere þetta er lína hérna 1 milliampere kannski 100 milliampere hérna og 2 milliampere á base er 200 það er svo að einhver fjöldi rafeinda inn í baseinn og HF markveldið hérna niður bara línulegt þessi er ólínulegur einhver spenna hérna 2 volt og kannski hérna kannski 2,1 hérna kannski 2,2 hérna kannski 2,3 þið sjáum að einhver spennumunur er mismikill straumur hérna niður þannig að þetta er kallað ólínulegt bilin stækka, straumurinn eykst hérna þá förum bara alltaf upp við 0,1 volt og þetta er kallað annars veldisfall og það er munurinn á þessum dæmum, þessum hérna og þeir eru allir svona, þeir eru allir annars veldisfall og þessi formúla til að reikna strauminn í þeim í þessum gæðum hérna ég bara taka þetta hérna aðeins út hérna ég bara formúla hérna uppi fyrir það báða svona hérna sem sagt er straumur í dreini ID er IDSS straumur hérna í núlinu hérna þessi punktur hér og það er sem sagt 1 mínus UGS spennan milli gate og source deilt með UGS threshold og þetta í öðru veldi þetta er bara svona þessi hérna er þennan notið miklu meira hérna sem sagt erum við með straumur í drein ID það er konstant K þetta er einhver parameter sem þið finnir bara á dataflæði og það er einhver spenna á milli gate og source sem þið bara ákveðið bara þeir finna einhver punkt sem er bara 2 volt þetta er bara 2 volt hérna og mínus UGS threshold og þetta hér í öðru veldi K-ið hérna það má segja K-ið sé oft þá er einhver straumur tekinn á drein deilt í viðkomandi spennu á UGS hérna og þetta er mínus UGS threshold og þetta hér í öðru vendi þetta er cirka K-stuðullin, það er búin til svona en þið lendið aldrei í því við fáum hann bara gefin upp og ef þið ætlum svo að finna út spyrja ykkur hvaða straum fá hérna niður ef með 2,1 volt þetta stingi hér inn 2,1 volti thresholdið 2 volt bæði frá hvort öðru annað veldi sinnum K-stuðullin sem er gefin upp þannig að þetta fall er annað veldisfall þetta er línulegt okay. Þessi gæi hérna IGBT-in þetta er eiginlega okkar aðal maður hann er sem sagt notaður sem bara komið að rennibekkjum með mótorstýringum bara einhverju alvöru tæki sem er með afl isolated gate bipolar transistor og þetta er hérna inn í honum það er MOSFET hér inn í honum hérna, svona E-MOSFET þetta er E-MOSFET hérna E-MOSFET enhanced MOSFET
Og svo fyrir hérna PNP transistor, hérna tengt við hann, í hann, og þetta inn í honum. Og þannig skautur heita gate, kollektor og emitter. En karakterinn eins og hérna MOSFET. Við höfum notað þessa mynd hérna fyrir bæði IGBT-in og MOSFET-in. Ok, þetta bara svona yfirlit yfir transistorana sem maður kunni þessum áfanga. B og T-in, vita hvað hérna JFET hérna, vita hvað D-MOSFET hérna. Þessa notum við aldrei, við þurfum bara að kunna þessi merki, þessi symbol. Við þurfum skoða teikningar og sjá þetta merki, þetta symbol. Þannig í hlut, þá vitið þið hvað þetta er. Þetta er JFET, D-MOSFET, E-MOSFET og þessum þurfum við að kveikja á. Þessir tveir leiða sjálfkrafa og við þurfum að hafa fyrir því að slökkva á þeim. Og þá skulum við núna bara fókusa aðeins á hérna IGBT-in. Þetta sé frekar en E-MOSFET-in. Við skulum, já, af því að IGBT-in svona kannski praktískari heldur en, já það er sami karakter. Heyrðu, ok, gerum það.